Ja, tunnel sigurinn í Hveragerði bara fyrstu viðbrögð til leik. 2-1 er laumuðin einu af því restina. 2-1, já. Bara fínn sigur. Hamarslið er bara mjög gott eins og það sé bara úrslitunum hjá þeim í sumar í fjórðu deildinni, en þetta var alltaf að fara að vera svolítið test fyrir okkur. En mér fannst ég bara að gera vel og gera nóg. Það er gott að ganga frá leiknum 3-4-0 og aldrei vera með einhverja stöðu, þannig þeir fá hotnandi restina bara sem að allt gat gerst, þannig að henni kláruðum þetta og það snýst bikarinn. Þú segir hérna á hotnandi restina, varst þú stressaður að jafna þetta? Já, því við gerðum skiptingar þegar það voru 10 mínútur eftir og með 2-0 stuða sem við fannst við okkur svona. Við erum með þannig stöðu á leiknum að við verðum ekki að fara í framlengingu, menn sem við vorum kannski aðeins að spara mínútur með. Þannig að það verið fullt af enda í því, en við höfum bara þurft að taka því í og mér fannst við svo sem fitness levelið okkar töluvert mikið betra en þeirra, þannig að mér er svo sem ekki haft áhyggjur af því að fara í framlengingu, en það hefur verið óþarfi miðað við leikinn. Þetta voru erfiðar aðstæður í dag og erfiður leikur. Var þetta erfiðar að bjóst við? Nei, það er bara þessi bikarkeppni þannig að þeir hafðu enga tapa, við höfum alltaf tap í rauninni að spila lið 2 deildum niðar fyrir okkur, en þeir eru í toppbaráttu, þetta er bara fullir af sjálfstrausti. Eina svekkið er í rigningin að fá ekki að spila á grasinu hérna á Grýluvelli sem er fyrir utan kannski Vestmannaeyjar, svona fallegasta vallastaði á landinu, svona fljótu bragði. En dómararnir mátu það 40 mínútur fyrir leika að hann væri bara á floti og hættulegur, þannig að það fært yfir á Glæsið Gerðurgas og hrósa bæjar yfirvöldum í Hveragerði fyrir geggjað aðstöðu. Þetta er alveg til fyrirmynda frábær grasvöllur og svo 2 Gerðurgasvöllir, annar aðeins minni og hinn í fullri stærð. Bara hann að frábær aðstæður hérna og bara rigning og smá lok, þetta er bara Íslands sumar. En þegar drátturinn kemur, áttu við drauma andstæðing? Nei, bara fá heimaleik. Við ferðumst ansi mikið á sumrin og svona ferðalagi miðri viku en þetta er bara gaman, gaman að koma og spila, en við höfum ekki spilað, ég hef aldrei þjálfað hérna og margir af leikmönnum aldrei spilað hérna, en það er bara skemmtilegt við þetta, en heimaleiku væri ákjósanlegt hann á þriðjudeginum eftir Vestmannaeyjum leiki. Þið eru í toppbaráttu í annan deildinni, bara Fjölnir heima næst, bara hvernig leik sérðu? Hörkuleik, töpum fyrir þeim í fyrri umferðinni í annar umferð og þeir eru með hörkulið, mjög góða leikmenn. Lið sem var í lengideildinni fyrra og er bara með mjög áþekkan mannskap frá því, þannig að við þurfum að spila betur en við höfum gert kannski síðustu 2-3 leikjum ef við ætlum að vinna þá og þurfum bara að hvíla okkur í kvöld og morgun og svo byrja að vinna þeim leik. Herru, takk fyrir,